Í dag skaut ESA, Geimvísindastofnun Evrópu, á loft gervitunglinu JUICE eða Jupiter Icy Moons Explorer. Hófst þá 8 ára ferðalag þess til Júpíters að rannsaka reikistjörnuna sjálfa og dularfullu ístunglin Evrópu, Callisto og Ganymedes. JUICE er fyrsta evrópska gervitunglið sem heldur í rannsóknarleiðangur til Júpíters. Gervitunglið er stórt og þungt og því er ekki hægt að senda það beinustu leið þangað. Þess vegna verður JUICE að leggja lykkjur á leið sína og fljúga í þrígang framhjá jörðinni og einu sinni framhjá Venusi til að ná nægum hraða til að drífa alla leið til Júpíters. Þar af leiðandi tekur ferðalagið 8 ár. Þegar til Júpíters er komið í júlí árið 2031 hefst rannsóknarleiðangurinn formlega. Með 10 mælitækjum á JUICE að rannsaka hvernig gasrisar eins og Júpíter urðu til, rannsaka veðrið í litríku og ólgandi andrúmslofti hans og finna út hvernig ógnarsterkt segulsviðið virkar. Aðal viðfangsefnin eru þó stóru og merkilegu ístunglin 3, Evrópa, Callisto og Ganymedes. Vísindamenn hafa fundið út að undir ískorpu þeirra eru sennilega höf með fljótandi vatni og JUICE á að hjálpa okkur að finna út hvort svo sé í raun og veru og hvort þar gæti leynst líf. Árið 2034 fer JUICE á sporbraut Ganymedes og verður þá fyrsta gervitunglið til að hringsóla annað tunglið okkar eigið. Á næsta ári sendir NASA svo á loft annað gervitungl sem á að rannsaka Evrópu sérstaklega. Það er því óhætt að segja að stjarnvísindafólk sé mjög spennt fyrir báðum leiðangrum.